צופת מזרח קדימה עין לציר. Góðan daginn, kæru áheyrendur, áhorfendur og áheyrendur. Í Ísrael í dag enn einu sinni. Og hvað ég búinn að segja þetta oft? Ég segi þetta í 12 ár. Að vísu hef ég ekki alltaf verið sem þætti. Þegar ég hef verið erlendis og þá sérstaklega í Ísrael, þá hef ég fengið oft aðstoðarmenn til þess að taka upp þennan þátt. Þannig að hann hefur alltaf verið í loftinu í þessi 12 ár. Það er að segja örugglega 2 í viku og oft mikið oftar, 3 í viku og auglýstur jafnvel. Ég hef oft verið heppinn að fá viðmælendur og hef alltaf verið heppinn að fá viðmælendur reyndar. Stundum hef ég haft 1, 2, eins og hafði 3 og þá voru 4 hérna og það orsakaði mikla umræðus á þáttur. Ég ætla ekki að tala um það núna eins og þó getur vel verið innbyrja því rétt á eftir. En ég vil byrja á því líka að þakka þér og ykkur áhorfendur sem hafa sendt mér tölvupóst með þakklæti fyrir þennan þátt. Það þykir mér mjög gott og auðvitað veit ég það að það er ekki allir sammála þessum þætti. Það er ekki allir sammála því að við sem að blessa Ísrael og ég skil vel þeirra hugsun. Það er að segja að þeir skiljið ekki, ég skil að þeir skiljið ekki, orðað þannig og dæmi þá ekkert fyrir það. En ef að þú ert í vafa með þetta mál, með Ísrael og hvers vegna erum að blessa Ísrael og hvers vegna Ísrael framhefur aðra og svo framvegis, þá taktu eftir þessum þáttum meira og hugsaðu bara í hlutleysi hvað bak við þetta alls saman. Þeir að framhefi þetta land, þeir að taka móti, við í baráttu við ykkur araba, við baráttu við svokölluðu palestínumenn, við baráttu við nágrannana eða hvað að ske. Það ekki. Þessi stöð, eins og þið vitið nú eftir við, þetta kristileg stöð og hvað þýðir það að vera kristileg? Það þýðir það að þessi svo kalliði kristni boðskapur, hann fer meira og minni gegnum þessa stöð en á mismunandi hátt. Sumir hafa ákveðna biblíutíma, fræðslutíma, sumir hafa tónlistarprógram, dagskrá með tónlist, sumir hafa viðtalsþætti og það eru margir ólíki þættir. Það ekki að segja við sem allir á sömu línu og sem betur fer að þá þetta ólík fæða og sumir þættirnir eiga betur við einn heldur en annan og þannig það. Þannig með mér líka, þannig með samfélögin hjá okkur. Þau eru orðið mörg hérna í Reykjavík, kristileg samfélög og þeim fer fjölgandi og svo eitthvað sem segir við mér, þetta ekki bara voðalegt ástand, það alltaf að koma nýjir söfnir. Ég veit það ekki, ég hef bara ekkert að móti að vera söfnir okkur einasta götuhorni í raun og veru. Þeir hafa ólíkan boðskap að vísu, nei, kjarnin hinn sami. Kjarnin kletturinn, kjarnin Jesús, en formið á samfélagunum okkar þau eru mismunandi. Það ekki bara eins að Biblían talar að við séum líkami Krists og líkaminn okkar, hann hefur marga limi, ólíka, og þeir starfa ólíkan hátt og þannig með hennar kristnu kirkju. Þegar ég segi orðið kristni kirkja, þá á ég ekki við ákveðna kirkjudeild. Þetta hefur verið misskilið einu sinni hjá mér í þætti. Að einhver misskildi þetta, ég ætti við ákveðna kirkjudeild upp á Hátegisvegi til dæmis. Ég á ekki við neina ákveðna kirkjudeild eða kirkjuhús, hvort sem turn á húsinu eða engin turn, eða hvort það kross á húsinu eða ekki. Kirkja Guðs líkami Guðs sem eru hinir sem trúa á Jesum Krist. Endurfædd Guðs börn og við erum bara ólík bæði útliti, hugsunargangi og skoðunum og sjáum hlutunum mismunandi glerugum, notað þannig. En við erum einn líður. Því miður hafa kirkjurnar verið að berjast oft innbyrðis þeir hafa meira rétt heldur en hinn og þeir skilji betur þetta heldur en aðrir. Ég vil strax taka það fram að ég skil ekki alla hluti í ritningunni. Þessi bók hérna sem við kallum Biblíu, þetta ritningarnar, 66 ritningar, 66 bækur og það gífulega margt í svo kallega Gamla testamenti sem ég segi ritningarnar. Það hluti sem ég skil ekki, ég hef bara verið viðurkenna, ég skil það ekki. Og margt af þess sem ég skildi alls ekki fyrir 10-15 ára síðan sem ég skil betur í dag. Og þannig það bara með líf okkar. Þegar við erum börn, þá skiljum við ekki margt sem að foreldrar okkar að segja okkur að gera eða gera ekki. Og við verðum þá að fara eftir því. Það ákveðin boð og bönn fyrir börnin. Farið ekki við götun eða grænt ljós, þú voru að bíða eftir rauðu ljósi
og þannig það. Ritningarnar hafa líka lög og boð og við verðum eins eftir svo framalega sem við getum að hlýða þeim og fara eftir því sem að orðið segir. Kom ekki nánar út í þetta, en nú heldum við áfram með að tala Ísrael að sjálfsögðu og það sem að skeð þar núna þessa dagana. Og ég átti gott viðtal við kennimann í gær þetta hvað að skeð þarna merkilegt andrið í Mið-Austurlöndum þegar þessi þáttur tekinn upp allavega, að það eru blóðugar óerðir í nær öllum nágranna löndum við Ísrael og ég tala um í Sýrlandi. Það er bara svo óhugulega frétti sem ég var heyri í morgun frá Ríkisútvarpinu að börn eru sett upp á stríðsvagna sem skildi svoleiðis að þeir sem verið að berjast fyrir frelsi þeir réðust ekki á vagnana vegna þess að þeir notuðu börnin og þeir, ég vil ekki nota þau orð sem haft eftir þeim sem hafa séð og orðið vitni að þessum átökum sem þar eru í Sýrlandi. Nú í Egyptalandi hafa verið líka blóðugar árásir, þetta allt við hliðina á Ísrael, takk eftir því. Það hafa verið mjög blóðugar árásir og Múrbak sem nú á farandi fæti orðað þannig, hann er mjög gamall og virðist vera rænulaus í augnablikinu en hann hafa dæman til ævilangrar þrælkunar eða dauða. Hvað sem því líður að þá segir sá sem hefur notið sigurs í kosningunum í Egyptalandi, hann segir það núna í fréttum að nú verði Kaíró ekki lengur höfuborg Egyptalands, til nú verði Jerúsalem höfuborg Egyptalands. Þetta er svolítið merkilegt og ég var einmitt að tala þetta áðan við viðmælanda minn sem ég kynni rétt á eftir, að þetta er svolítið biblíulegt tákn, þetta að hann skuli segja þetta án þess að hann viti það. Við getum komið nánar inn á það á eftir. Ég er með eina mynd hérna sem ég hef sýnt áður hérna í þættinum og það er þessi 22 ríki sem að eru við eða í kring næstu því að maður orðaði kring litla landið Ísrael og hugsaður á það sem styðst til svo kallast Vesturbakka, það sem að sjálfstjórnarsvæði Palestína er á margum stöðum, það eru bara 15 kílómetrar á milli og landið allt er eitthvað 23.000 kílómetrar, svo þetta er ekkert stór svæði en þar er friður. Þetta eina litla land í öllum sem arabíska heimi, orðað þannig, islamska heimi, þar er friður, en í islamska heiminum er ekki friður. Í Ísrael er trúfrelsi, það er ekki í öllum arabalöndunum trúfrelsi, langt frá því. Það er skoðunarfrelsi og það er frelsi til að hafa sjónvarpsstöðvar, þeir hafa frelsi til að gefa út dagblöð, þeir vinnur ásamt Ísraelsmönnum og hafa sömu réttindi eins og þeir, ísraelskir arabar. Þetta er ekki mikið talað okkar fjölmiðlum, en svona er þetta. Akkur veit ég þetta, og veist þú þetta? Já, ég veit þetta. Ég er búin að segja þetta líka nokkuð aft áður hérna. Mín reynsla gegnum 32 ár í þessu landi, Ísrael, hún hefur kennt mér ýmislegt þetta vandamál svo kallar milli gyðinga og araba og þessu kallar palestínumanna. Og ég vinn með palestínumönnum og á mjög gott samband við marga þeirra og þetta er mikill áróður sem að fjölmiðlar hafa notað bæði hér á landi og annar staðar. Nú ég heyrði í útvarpi í morgun til dæmis það hryllilegu atburði sem er að skeða í nágranna löndum okkar, þar sem að múslimar, nú er ég komin inn á svolítið hættulegt umræðsvæði, ég veit að þeir eru að taka meira og meira stjórn í þessu löndum, í Noregi og í Svíþjóð, í Malmö þurfa gyðingar að flýja frá Malmö til Stokkólms vegna árásar múslima á börn og unglinga afkomendur gyðinga sem eru þar. Og þessi eldri gyðingar sem eru þar, það eru margir þeirra sem bara koma úr helförinni eftir stríð. Þannig bara kannski í Danmörku síðustu viku, bara 4 múslimar voru með sprengjubelti og fóru inn í dagins nyhður, ætlaði að fara þar inn og sprengja húsið upp og ekki aðalega það heldur helst að ná þeim sem hafði teiknað þessar skopmyndir af Mohammed og drepa hann. Akkur nota ég svona orð? Þetta eru þeirra eigin orð, þetta er í þeirra eigin bók, þeir eiga að drepa, þeir eiga að myrða, þeir eiga að hefna í nafni Allah. En aftur, við berjumstum ekki á móti muslimum sem fólki, við berjumstum ekki á móti arabum, við berjumstum á móti öllu því sem að vil eyða Guðs starf hér á jörðinni. Og ég trúi því og við trúi því sem hér eru að þetta fyrirheitna land sem var gefið Abraham, getið lesið í 17. kafla 1. Mósebókar, getið gefið Abraham
til ævarandi eignar, þetta fyrirheitna land, svo kallað Kanansland, og afkomendur þeirra, og ekki bara Ísak og Jakob sem fengur sömu fyrirheitin, en til allra afkomenduna sem eru enn þann dag í dag til. Þetta atriði er efni heila þátt, en nú verðum við brjóta svolítið efni niður í smá búta og tölum meira ástandið sem það er núna og reynslu viðmælda minns sem ég hlakka til að hafa viðtal við. Áður en það þá langar mig líka til að tala svolítið Jerúsalem. Ég er búin að hafa í þessari þætti Ísrael í dag, hef ég haft 2 þætti Jerúsalem eingöngu. Það var í einni þættinum, ég fókuseraði eingöngu á Jerúsalem og það gekk þannig í fyrri þættinum að tæknimaðurinn og ég vorum bara sammála þeir eru bara að hafa annan þátt Jerúsalem og það gerðum við höfum 2 þætti bara Jerúsalem og þá sagði ég líka þeim þætti við getum að 3, 4, 5, 6 þætti bara Jerúsalem. Þetta er svo stórt efni, bara borgin Jerúsalem, alveg frá dögum Abrahams þegar hann hitti Melkisedek, borgin hitt Salem, hann var æðsti prestur í þessari borg. Það er mikla spurningar það hver var Melkisedek. Ég hef mína skoðunar á því, ég ætla ekki að koma með það hér, en hann var guðlegur allavega. Og Davíð konungur, hann sigraði Jebúsíta, eins og þekkjum, og sögunni, og hann keypti musterisvæði sem var þreski svæði, orðað þannig, í Jerúsalem og borgaði það. Og hann ætlaði að byggja þar musteri fyrir Guð, og þetta sáttmálsörkin átti að vera þar. En drottin leyfði honum ekki að byggja musterið vegna þess að hendur hans voru blóðugar, takk eftir. Drottin er réttlátur, en sonur hans, Salomon, hann fekk að byggja þetta musterið og það var árið 950 fyrir Krist sem að það var tilbúið. Því var eitt seinna meir, og þetta er löng sega sem ég ætla ekki að fara nánar út í, en Jerúsalem, takk eftir því, þetta er miðpunktur jarðarinnar í raun og veru, það er engin borg í öllum þessum heimi, hvaða heimsálfu sem er jafn mikið umtöluð eins og þessi borg í Jerúsalem, sem er ekki stór og er upp á fjalli 900 metrar frá sjávarmáli ef maður rétt og hún hefur ekkert sérstakt við sig annað en þessa stórkostlegu sögu, bæði úr sögu þjóðarinnar sem eru gyðingar og eins sögu hinna kristnu sem að við þekkjum vel úr Nýja testamentinu og nákvæmlega segir Nýja testamentinu. Í gegnum alla ritningana er náttúrulega talað Jesúa eða Jesús. Nú ég er með 2 lítil vers úr Davíðssálmi 147 til sem hafði ritninguna nálægt. Opniði nú biblíuna, annarkvort núna eða puntið þetta niður. Það er í Davíðssálmi 147 sem að vakti athygli mína í morgun því ég var svona beðið fyrir þessum þætti. Og það eru 2 vers hérna. 147 vers 12. Vegsama drottin. Þetta er svona bæn. Vegsama drottin Jerúsalem. Lofa þú Guð þinn Síón. Síón. Stendur þarna Síón. Er það misskilning? Er það eitthvað annað? Nei. Síón er líka nafn á Jerúsalem. Orðið Síón getur líka verið nafn á Eres Ísrael, landinu. Síón getur líka verið fólk og þjóðina, dætur Síónar, koma upp og dansuð. Síón er raun og veru, myndi ég segja þýðingin í raunveruleikanum er það bara þar sem Guð ræður. Þar er Síón. Síón er þar. Þess vegna ef ég ætti ykkurtum eftir að stofna nýja kirkju, ekki vantar fleiri í Vesturbænu hérna Reykjavík allavega, þá myndi ég kalla hana Síón. En burtsið frá því, þá er næsta vers sem ég langar að lesa. Það er vers 19. Nú erum við búin að tala vegsama drottin Jerúsalem, lofa þú Guð þinn Síón. Og svo segir hann kunngerði Jakob, það er gyðingarnir, hann kunngerði Jakob orð sitt, Ísrael lög sín og ákvæði. Svo hefur hann eigi gjört við neina þjóð þeim sem hann kennir ekki ákvæði sín. Drottin hefur útvalið þessa þjóð til ákveðs hlutverks. Þess vegna erum við hér. Þess vegna er ég hér, þess vegna á ég þessa trú að boðberur frá Jerúsalem komu út alla Evrópu, út allan heim
til að boða þetta orð og hér á Íslandi var tekið að móti þessu orði sem segja fyrir 1000 árum síðan, já, hluta af því ábyggilega, aðrir kannski hafa tekið að móti það nafninu til og það er ennþann dag í dag, kæru vinir. Við vitum það að kirkjurnar í dag, það eru fjölmennar margar, en ég er ekki viss að allir í svokallari kirkjum okkar sem eru skráður í kirkjurnar hvað nafni sem þær heita hafi upplifað eins og Jesús sagði, enginn getur sér Guðs ríki nema hann endurfæðist og við teljum það bara mjög mikið atriði að maður endurfæðast, ekki bara að fara nafn sér skrifað inn eða eins og eitthvað félagskap eða eitthvað klubb eða eitthvað bindindisfélag, það er það ekki. Söfnuður Guðs er heilagur, söfnuður Guðs er söfnuður sem lofar hinn eina Guð, Jahve, Jehóva segja sumir, ok, Adonai, Elohim, getur komið fleiri nöfn, það eru mörg nöfn á Guði. Nú ætlum ég ekki eða tíma meira þetta að endur Guði með Jerúsalem. Ég var spurður að því í gær, ég fór á tölvuna til að tekka það. Það er Jerúsalem, fjölmenni Jerúsalem borgar er í dag, árið 2012, það eru 500.000, 512.000, það eru 500.000 í Jerúsalem. Hvað eru margir muslimar af því? Það eru 260.000 muslimar í Jerúsalem. Og hvað eru margir kristnir? Þeir eru sagt hérna 17-18.000 kristnir. Og allt þetta gerir þetta, það er 780.000 sem eru í borginni Jerúsalem. Nú er komið að þeim spennandi hluta þessa þáttar sem að ég veit að ykkur kittlar í lófana til að vita hvaða viðmælandi er hann með núna. Síðast var hann með kvenmann og það vakti nú mikla athygli sá þáttur. Ég er búin að fá mörg bréf og ég fyrir Guðfræðideild Háskólans og voru þakkað fyrir þann þátt. Og svo var ég með konu líka í þættinu þar áður, hennar Klöru, sem vakti mikla athygli og hún er mjög málefnileg einni. Og svo er ég með mann hérna sem er ekki fyrsta skipti, sem er mjög málefnilegur og okkur þykir gott að fá hann hérna til viðtals. Í hvers skipti sem ég hringi hann og spyr hvort hann getur komið, ekkert mál, þó hann heimi langt í burti á landinu. Snorri, vertu velkomin. Þakka fyrir, Ólafur. Var ég að venju of langur? Nei, þú bara stöttir mjög vel núna, það er ekki 20 mínútur. Okay. Þakka fyrir. Og þú kemur bara frá Akureyri núna? Já, ég vaknaði hjá konunum minni í morgun. Já, hjá konuninni? Og naut þess að horfa á hann að rísa fætur. Svona eins og sólinn er komið. Já, ég var að tala hvort var sólinn eða konan. Já, ok, það er báðar. Og ég er afskaplega hamingjusamur með að eiga þessa yndislegu konu. Já, hún er yndisleg. Þetta er náðagjöf. Já. Og ég sé málefni okkar varðandi Ísrael mjög líkum augum. Þetta er náðagjöf. Já. Að þykja vænt Ísrael, það er náðargjöf. Akkurat. Og það er ekki vegna þess að við séum gyðingar, sko. Við erum ekki af þeim komnir eða þeirra af okkur. En það er svona mjög merkilegt sem að fagnar erindið leggur til okkar. Og það er það sem Páll postuli segir. Nú var Páll postuli farisi, hann var gyðingur, fæddur í Tarsus í Kilikíu eða Tyrklandi. En hann hafði mjög sterka þrá eftir Jerúsalem og kom þangað reglulega. Benjamin Sætkvísl. Já, hann var Benjaminiti. Og þegar hann talar Ísraela, gyðinga, þá er sagt sko að þjónusta hans hafi verið fólkinu því í byrjun að reyna að útrýma öllu sem ógnaði gyðingdómi. Þess vegna fór hann af stað og ætlaði til Damaskus. Það vitað að hann fæði svona í kringum 15. Hann hefur það bil 14-15 ára þegar Kristur var krossfestur. Svo líklega hefur hann orðið vitni að því eða komið eitthvað inn í þau mál. Hann er vottur af því þegar Stefán píslavottur Kristur. Jú. En svo þegar Kristur mætir honum, þá umbyltist hann og umbreytist úr því að vera fariseiana vegna og gyðingur gyðingana vegna í það að vera kristinn gyðingur. Og ég orða þetta svona kristinn gyðingur af því að gyðingar eru líka svona í okkar huga ættkvísl. En þetta er fyrst og fremst trúfélag. Gyðingur þýðir sá sem trúir á einn Guð. Við erum þannig lagað, allir gyðingar sem trúum á einn Guð. En þegar Páll tala síðan ættbræður sína, Júdamenn, Benjamin ættkvísl og alla
þá skilar hann Rómverjunum afskaplega merkilegum vitnisburði. Og það það sem við langar aðeins til þess að tala núna og leggja inn í þennan þátt. Og það þetta hérna, frá Síón mun frelsarinn koma. Já. Og það gríðarlega sterkur þáttur. Frá Síón, Jerúsalem, kemur frelsarinn. Hvar sendur þetta í ritningunni? Þetta Rómarbréfið 11 Já. og 27. versi. Og útrýma guðleysi frá Jakob. Svo að við sjáum að þessi þáttur trúarinnar, kristinna trúar, í raun og veru sameiginlegu þáttur með gyðingum. Við eigum þennan frelsara, þessa von, að hinn smurði Messias kom frá Síón. Já. Kristur leið þar og dó okkar vegna. Hann tók á sig okkar syndir og Páll hann bendir á það sem að sagt og hér hann að vísa til spádómana. Og þetta sáttmáli minn við þá þegar ég tek burt syndir þeirra. Og þegar Páll, postuli, gyðingurinn, að predika, þá einmitt leggur hann þeim lið og segir við þá að hann tók burtu syndir okkar og hann kom frá Síón og hann þess vegna þessi stóra og mikla gjöf frá Guði almáttugum. Það ekki víst að við allir tökum við því. Og það var vandamálið hjá gyðingunum á fyrstu öld að geta tekið við því að Jesús Kristur frá Nasaret væri þeirra Messias og væri þeirra konungur. En svo kemur stund að Kristur birtist þeim og hann mun sannarlega sanna það fyrir þeim hver hann En þá náttúrulega menn að deila þetta. En Páll fer síðan allar götur og þegar hann með þjónustu sína, þá byrjar hann alltaf eins. Hvort sem hann kom til Aþenu, Kórintu, Þessalóningu, Beróju eða hvaða Efesus eða hvaða stafi nefnum, hann byrjaði alltaf eins að fara í samkundur gyðinga og vitna fyrir þeim og sanna fyrir þeim út frá ritningunum að Jesús væri Kristur. Og út frá þessum punkti þá segir hann við okkur kristnamenn að við höfum grundvöll trúarinnar sem postularnir og spámennirnir. Og það eiga þennan grundvöll þýðir það auðvitað að við eigum svo margt sameiginlegt með gyðingunum. Þeir eiga spámennina, þeir eiga feðurna og við arftakar þaðan í frá af þessum boðskap. Þaðan höfum við orðið. Og þess vegna finnst mér svo skrítið í dag með öll þessi samfélög sem þú varst að nefna, að menn skuli jafnvel halda því fram í sumum samfélögum að þú þurfir ekkert Gamla testamentið. Hvað með þá grunninn sem postulunum og spámennirnir? Þurfi ekki grunninn? Auðvitað þurfum við grunninn. Ef við tökum Gamla testamentið í burtu, þá eyðileggjum við okkar eigin grunn. Þá getum við ekki staðið föstum fótum og örugum fótum á sannleika Drottins. Þú sagðir margir svokallega kristnir. Sagðir, já. Myndi það þá ekki vera þessi svokallega kristnir að þeir væri þá bara móti orðum Jesú? Einmitt. Því Jesú segir sjálfur, ef þið trúið ekki ritningunum, þá skulle ekkert vera að trúa mér. Því það eru þær sem vitna mig. Þannig lít ég á þetta. Nei, Jesú sagði þetta. Við að boða einmitt þessa skoðun. Við að boða einmitt þetta álit. Og Páll sagði þetta reyndar við Tímóteus. Páll sammála. Jesú segir þetta og það svo mikilvægt fyrir okkur að taka þetta inn. Og þess vegna líka mikilvægt að við áttum okkur á hver staða gyðinganna. Þetta ekki bara einhver óþjóða líður sem hefur verið dreift löndin vegna þess að Guð var að hefna sín á þeim. Nei. Þetta var þeirra mistök að hafna Kristi var okkar ágóði. Og þess vegna eigum við í raun og veru að faðma hvern einasta gyðing og segja takk fyrir að þú tókst ekki við Kristi vegna þess að nú get ég tekið við honum. Hann opnaði dyrnar fyrir okkur þannig og svo segir Páll þetta og ég ætla aðeins að lesa þetta hérna hjá okkur. Í ljósi fagnaðarerindisins eru þeir óvinni Guðs vegna yðar en í ljósi útvalningarinnar elskaðir sakir feðranna. Og hér punkturinn kominn sem að gera það verkum að ég blessa gyðinga. Ég bið fyrir þeim, ég styð þá. Ég vil að þeir fá að njóta sannmælis. Ég vil að gyðingar í mínu landi fá að njóta samskonar réttar og ég nýt.
Ég vil að gyðingurinn í mínu landi, hann þurfi ekki að sitja undir því að honum megi útrýma og eyða. Gyðingurinn sjálfur, hann á að vera persóna sem að Guð hefur blessað. Hann er af sama kyni og María mær og Jósef og Páll postul og þeir, og við að blessa þennan kynstofn. Það einhver ástæða fyrir því að Guð útvaldi hann, og það kemur frá hjá Páli vegna feðrana. Og svo ætla ég líka að segja þér, ég hef komið nokkru sinni til Ísraels og það bara fengur og það bara ágóði að hafa fengið að sjá þetta. Vegna þess að það land að vera þarna inn í þessu landi, það allt opið. Þú mátt fara í hverfi Araba, gyðinga. Þú mátt fara í hverfi kristina, þú mátt ganga moskum og synagógum og kristnum kirkjum, og það reynt að hafa þetta eins opið og frekast rund. Ég hef fengið að fara upp á Mustirishæðina. Ég fekk ekki að fara inn í moskuna þar, en ég fekk að fara inn í kristna kirkjur. Og að fara upp á Mustirishæðina, það ekki endur allir gyðingar sammála því að ég fá að fara þangað, því að þeir líta á þann stað sem svo heilagan að þeir meira sem mæti ekki þar sjálfir. Þeir eru að býða til mustirinu, vissulega, en svo kemur sagan. Nú ætlum ég aðeins að fá að segja svona hvað ég hef upplifað. Ég tók hérna nokkra myndir úr ferðinni. Þetta fyrsta ferðin, Óli, sem við fórum saman. Já, það var athyglisverð. Þá fórum við til Jórdaníu líka. Hér átt að þekkja þennan stað. Já. Þarna ertu nokkuð djúpt sokkinn. Já, þetta er rétt hjá Kapernaum. Þetta er innmitt Tíberías. Já, Tíberías, það er rétt, já. Þú sérð múrana á gamla kastalanum. Og þessi borg, hún stendur við vatnið, Árbakkan eða við Vassbakkan, Galileu vatnið. Og það er ekki vitað til þess að Jesús hefur komið til Tíberíasar. Nei. En þarna bjuggu Rómverjar. Og þetta svæði, á þessu svæði gerði Jesús í mestu kraftaverk. Þarna við stattir í Galileu. Já. Og Galilea er nefnd sem Galilea heiðingjana eftir því sem spámaðurinn talar. Og Galilea heiðingjana er líklega nefnd Galilea heiðingjana vegna þess að hún var borgunin fyrir musteris gjaldið og timbrið sem að Híram konungurinn í Týrus og Sídon sendi Salomon. Og þá getur við sagt fyrir Líbanon var í raun og veru ákveðin náma fyrir að byggja musterið, skaffaði seturisviðin og allt það, og svo fekk konungurinn að skattleggja Galileu sem borgun fyrir það sem fór í musterið. Má vera það sé ástæðan fyrir því að þetta er kallað Galilea heiðingjana. Nú eru gyðingar í Jerúsalem ekki hrifnir af mönnum sem koma frá Nasaret. Nei. Hvernig getur eitthvað gott komið frá Nasaret? Getur eitthvað gott komið frá þessu stöðu? Það hlýtur að vera eitthvað gott vegna þess að Nasaret þýðir hinn heilagi, hinn útvaldi heilagi, og þaðan er til dæmis orðið Nasarear. Og Páll postuli er sakaður það í postulasögunni þegar Seneca þegar málafærslumaðurinn kemur þarna fram fyrir Herodes Agrippa og ásakar Pál. Þá segir hann við hann er af svokölluðum villutrúarflokki Nasaréa. Svoleiðis að þetta var alveg einkenni á þessum Nasaríum. Þeir voru heilagir. Jesús á Nasaret var þetta Jesús á heilaga staðnum. Við vitum að það var himinin. Næsta sem við vitum er það. Þetta er svolítið skemmtileg mynd. Græn með doppum. Áhorfundur skilja þetta örugglega ekki. Þegar ég skildi þetta fyrst ég sá þetta, nú sé ég það. Já, þetta eru trjástofnar þarna, en svo örðurnar í vatninu. Þetta er áin Jórdan. Þetta er áin Jórdan. Og hvaða örður þetta eru? Þetta er bara fiskurinn sem er í áni Jórdan. Já, þannig hef ég skýrt nokkra. Já. Og hinum við árbakkanum sem er fjær. Þar var Móse Dajan að leika sér sem ungu drengur. Hann hoppaði þar út í vatnið og trúlega hefur farið margoft í niður dýfingur. Þegar hann kaffærði sig. En svo er líka annað merkilegt. Ég fór með GPS-tæki mitt. Og þegar þú skoða tölurnar á þessu tæki, þá er í miðjurammanum mínus 208. Í miðjurammanum neðst, þá stendur einmitt mínus 208. Og hvað þýðir það? Við höfum 208 metrum undir yfirborði sjávar.
þannig að þú er djúpt sokkin. Já, djúpt sokkin, já. Svo þegar maður hugsaður þetta, sko 200 metra dýpi er býsna mikið dýpi. Já. Það er svona álíka dýpi og það sem að var þegar Surtsey fór að gjósa. Þar var eitthvað 200 metra dýpi. Já. Og þar voru menn að sökkva netunum og veiða fisk. Já. Og þótti bara að sækja á djúpt vatn. Já. Þarna er Galileu vatnið á samskona dýpi. Já, merkilegt. Svo þessir menn sem við erum að tala og voru þarna og fylgdu Jesú Kristi voru Galileu menn. Jú. Og sagan segir líka að Jesús hann gekk kring, hann gjörði gott og græddi alla þá sem af djöflinum voru undirokaðir. Já. Við kannski hlífum okkur svolítið við að tala djöfulinn og við viljum ekki endilega allir séu að halda því fram að við trúum því að djöfull sé til. En Jesús vissi við hvað hann var að glíma. Já. Jesús vissi hver var helsti andstæðingur mannkynsins og lífsins. Hann heiti djöfull og Satan og hann ræðst gegn öllu því sem kallast Guð og helgur dómur. Og þess vegna eru átökin í dag svona mikil að íslensk þjóð, hún er að missa af kristnum gildum, hún er að missa af kristinni trú. Það þarf að semja það hvort að megi koma með eitthvað trúalegt í skólana eða ekki. Já. Það hefur engin trú veitt manninum jafnmikil réttindi, jafnmikla blessun og jafnmiklar framfarir og kristin trú. Það er engin trú gefið manninum jafn gott siðferði eins og gyðingleg kristin gildi. Ég held að sé allir sammála þessu. Það er allir sammála þessu. Já. En af hverju er það verið að útrýma eða af hverju er verið að taka þetta í burtu? Já, það er mörguleit út af þeim innflytjum hérna sem eru að annarri trú, eins og múslimum sem eru fjölmennir hér og ég var að heyra í morgun einmitt að í Hafnarfirði að það var kona sem að kenna sig við Palestínu og hún er reyndar í þingflokki í Alþingi. Hún segir, hún er að útbýta kóranum til barna í skólum í Hafnarfirði. Já, kóranum. Börnin er að læra að lesa kóran til að lesa önnur mál líka. Og það er ekki búið að banna Nýja testamentið í Hafnarfirði reyndar, það er bara í Reykjavík sem það er bannað. Og þegar ég tala kóranin, þá segja arabar sem trú á kóraninum að allar þýðingar á kóranum eru rangar. Já. Því það er aðeins ein þýðing eða eitt tungum á rétt í kóranum, það er arabíska. Já. Svo að til hvers að vera að dreifa bók sem að er örugglega álitin af múslimum sjálfum, röng þýðing. Já. Það er mjög athyglisverður punktur. En það sem að ég á við líka er þetta. Það er innmitt þessi gyðinglega kristni og þessi gyðinglega kristnu gildi sem hafa ítt undir að maðurinn, hann fá rétt til lífsins. Já. Við eigum ekki að drepa menn, við höfum ekki rétt til þess. Og annað líka í þessu, það sem að konan fær að eiga sinn eigin mann og maðurinn fær að eiga sína eigin konu. Bara til þess þetta atriði, þetta er stór atriði. Í hinum íslamska heimi, þá er alveg sjálfsagt að ríkur maður eigi margar konur. Það er ekki sjálfsagt að rík kona eigi marga menn. Nei, það er ekki. Það er bara að ríki maðurinn, hann má eiga marga konur. Og að vera bjóða mönnum hér á Íslandi upp á það við erum að reyna að þykjast vera jafnrétti sinnaðir en samt að opna inn á Íslam, inn í Íslands samfélag, þetta er glabræði. Snarri, við mættum ekki fara með Nýja testamenti inn í barnaskóli í Sádi-Arabíu. Nei, alls ekki. Við megum ekki fara með Biblíun í vasa okkur til frá flugvellinu. Þú mátt ekki fara til Mekka. Nei, alls ekki. Ef þú ert að fara þangað, þá er skilti á veginum sem segir að ef þú ert ekki múslimi, þá liggur við dauðarefsing að fara til Mekka. Við erum aðeins komin inn á þetta þegar við tölum í Jerúsalem líka. Og þetta eru atriðin sem að mér finnst skipta máli að ég sjái að gyðingurinn, hann er með bróðir, hann er vinur, hann er elskað, sakir feðrana. Og ég vil að það hljómi í þessum þætti að þessi Ísraels þáttur, hann er ekki síður til þess að gefa gyðingunum rétta
rétt álit og rétta ásýnd. Þetta eru menn og konur sem eru erfingjar fyrirheitana sakir feðrana. Þetta eru bræður spámannana, þetta eru þeir sem, þetta er kynstofnin sem fekk að vita að Guð myndi senda frelsara til mannkynsins. Jesús segir sjálfur endar í Jóhannesar Guðspjalli 4. kafla, hann segir að frelsið kemur frá gyðingum. Já, segir hann sjálfur. Svo er mjög athyglisvert líka. Við fórum síðan til Jerúsalem og á leiðinni þar, þá var þessi bifreið já, þetta er merkilegt. Á leiðinni. Já, og þessi bifreið, spurður að því með hópferði, hvað skriðdrega eru þetta? Já, hún er vélarlaus og hjólalaus, hún var skilin eftir í frelsistríðinu 1948 og það er vegna þess að þeir voru að reyna að berjast fyrir því að Jerúsalem yrði þeirra. Já. Á þeim tíma þá var þjóðarráðið búið að viðurkenna að Ísrael eða Transjórdanía væri fyrir gyðinga og araba. Sameinuðu þjóðirnar voru búin að samþykkja það að Ísrael yrði stofnað fyrir gyðinga og það búið að draga þarna ákveðna línur en arabarnir voru ekki alveg tilbúinir til þess að hleypa þeim inn í þeirra rétta umhverfi. Svo þeir urðu að berja svolítið fyrir þessu og leiðin til Jerúsalem þá þurftu þeir að vera í svona bílum því það var skotið á þá við öll möguleg eða ómöguleg tækifæri og fyrir bragðið er sagan svolítið blóðug og þetta er átakasaga og illu hilli þá hafa arabarnir ekki alveg átt að sig á hvað þeir kölluðu yfir sig. Það er Sádi-arabískur hershöfðingi, hann hefur verið að skrifa bloggum málefni araba og Íslam og ég þýddi þessa grein og senda henni Morgunblaðið og hún birtist þar og greinin, hún fjallar það hvað hefði gerst ef Araparíki hefðu samþykkt Ísrael 1948. Þá sagði hann, Ísrael hefði bara verið lítið land. Það hefði ekkert stríð brotist út og ekki þurft að hervæða arabískar þjóðir. Svo nefndi hann þetta, hvað það hefur kostað á. Þessi hervæðing hjá arabönum þýddi það að Farúk, konungur Egypta, misti völdin, honum var stiftastóli, Nasser komst að. Konungurinn í Bagdad, hann misti völdin, Saddam Hussein komst að. Konungurinn í Líbíu misti völdin, Gaddafi komst að. Svona rakti hann þetta hvert að fætur öðru. Nasser gekk með þann stórveldis draum í maganum að hann meira sér kallaði Araparíkin öll bakgarðinn í Egyptalandi og fyrir bragðið þá fannst Egyptum bara alveg sjálfsagt að þeir bara mættu ráða öllum Araparíkjum. Meira sér að hann Nasser, hann var með herbækistöð í Jemen og hann notaði hana til loftárása á Sádi-Araba. Þeir voru ekki meiri bræðunu þetta. Það var eitthvað sem losnaði úr læðingi meðal Araparíkjana við það að efna til ófriðar við Ísrael. Já. Og síðan getum við séð að þeir eru náttúrulega búin að reyna að viðhalda eins og konungdæminu þarna, síðast í konungurinn núna, það er Abdullah, konungur í Jórdaníu og svo er konungur í Sádi-Arabíu og þetta konungsríki Hassemite, konungsríkið í Jórdaníu er mjög merkilegt vegna þess að þegar þeir réðu yfir Ísrael og yfir Jerúsalem þá voru ekkert frjálsar ferðir milli austur og vestur Jerúsalem. Þá fengu kristnimenn ekkert endilega að koma á þessa helgu staði sem voru austamegin. Þeir fengu ekkert að fara upp á Mustirishæðina. Það var vegna svo Jórdanir réðu þar. Þeir réðu þar. Þeir hertóku þetta svo kallar Vesturbakka. Nákvæmlega. Þeir hertóku Palestínu raun og veru. Og það er ástæðan fyrir því að bíllinn. Þá er spurningin sko, þegar fjölmiðlar aðrið segja Ísrael er verið að skila aftur Jerúsalem, skila aftur Austur-Jerúsalem, skila aftur Vesturbakka, þá er spurningin til hverra? Já, til hverra. Já, til hverra. Já. Það er það til Jórdaníu og þeir kæra sig ekki það. Og það sem er náttúrulega svolítið athyglisvert. Og Gaza-svæðið. Sko, og það finnst mér að menn þurfa aðtoga. Jórdanía og Ísrael eru jafn gömul ríki. Já. Það hét fyrst Transjórdanía og náði frá Miðjarðarhafi og alveg til Sádi-Arabíu. Og svo skáruðu þetta niður með ánni Jórdan og settu tunguna þarna inn í það sem við köllum Vesturbakkan, Samaría féll undir þeirra yfirráð og Jerúsalem, hluti Jerúsalem féll undir þeirra yfirráð. Var þetta ekki bara allt nafnið í Palestína? Þetta hét allt Palestína sko, fyrir 1920. Já. Ég á
blöðin frá Ísrael sem að heita The Palestinian Post. Áður en Jerusalem Post. Svo breyttist þetta í Jerusalem Post. Þannig að við erum að tala um bara landsvæði. Næsta atriði var það, þegar ég kem til Jerusalem, að þá fór ég meðal annars inn í þetta hlið. Þetta hlið átt að þekka. Það hefur 2 nöfn eða 3 nöfn, það heitir, á einu stað heitir það The Lions Gate, Ljónahliðið, og svo heitir það líka Stefans Gate. Það víst. Stefansliðið, því þar Stefán Píslóður sagt hann að verið grýttu fyrir framhændalið. Og akkur hétt Ljónahlið, það er heilmikið sagði kringu það. En þetta hlið er mjög merkilegt vegna þess að þarna, þetta er annað hliði sem að ísraelski herinn fór inn 1967. Sömu mínúti. 1960, unnustríðis. Og þarna var búið að loka hliðunum og Arabirnar ætluðu að loka Jerusalem fyrir gyðingunum, en þeir bara ráku fattbyssu hlaup skriðdrekans í þetta og það opnuðu þetta allt saman. Og við sjáum alveg á hliðinu að það eru greinileg skotmörk þarna. Þegar inn er komið, að þá náttúrulega sjáum við afskaplega skemmtilega götumynd, þessa fornu götumynd. Gaman þessu. Þetta, þegar þú heldur áfram þessa götu til vinstri, að þá getur þú farið upp á Mustirishæðina, en þarna ef þú heldur áfram þá gengur inn að götunni Via Dolorosa. Og það er þetta benda á það að þessa leið, auðvitað svolítið neðar, því að borgið stendur svolítið hærra en var á dögum Jesú. En á þessa leið fór Jesús sína píslargöngu frá mustirinu og til Herodesar og til Pílatusar og kollakolli. Og þaðan endaði leiðin upp á Golgata. Og þetta er þess vegna Via Dolorosa. Ég veit ekki, þú tekið eftir og sennilega tekið eftir og verið með hópa þarna að einn þekktur kolleg hérna borgarstjóri í Jerúsalem, hann lét grafa upp steina frá tíma Jesú og setja það á götuna. Þannig við getum gengið á þeim sömu steinu. Ég man og sagði okkur frá því. Og þeir eru öðru eins og litin jáfnvel. Og það er merkilegt. Þetta er stórmerkilegt. Þannig kemur í raun og veru sagan, frelsaran sem kom frá Síón og Páll var að vísa til og við vorum að minnast á. Þannig kemur þetta allt upp á mót okkur í borginni. Þess vegna finnst mér að maður sem ætlar að trúa Biblíunni og vera kristinn, hann þarf að fara ángað. Við eigum að safna liði. Ert þú ekki að hugsa að fara ángað? Ég er að reyna að skipulegja þetta núna á Laufskólahátíðina. Og síðast ætla ég að enda á þessu. Það er þetta stórmerkilega atriði. Þetta er grafreitur, kirkjugarður á Olíufjallinu. Það eru tvennskonar trúar hópar grafnir þarna. Annar er gyðingar og hinn eru kristnir. Og ástæðan fyrir því... Eru kristnir grafnir hérna? Já, þeir eru grafnir hérna fyrir neðan. Ástæðan fyrir því, Óli, eru þetta eins og þú veist, þeir trúðu á endurkomu Jesú Krists eða gyðingarnir trúðu á komu Messíasar. Við erum þannig sammála með að lausnari, hann muni koma. Múslimar, þeir trúa líka svipað, þeir kalla hann Imam Mahdi, við kallum hann endurkomu Jesú og gyðingarnir kalla hann Messías. Það sem aftur á móti er vandi við þetta er það að það mun annar koma á undan. Og hann er kallaður í Biblíunni og okkur er varað við að taka við þeim aðila. Hann er kallaður í Biblíunni Antikristur. Antikristur, þetta er orðinu. Það er mjög athyglisvert. Og þessi Antikristur eða Andkristur, hann mun auðvitað birtast og koma fram. Og þú trúir þessi persóna? Ég trúi því þessi persóna. Svo margir sem trúi því líka að getur líka verið andlegt þegar Antikrist andin er komin, þegar meðal okkar. Ég held þessi hvort tvekja. Af því að vantrú er ekkit bara persóna, heldur er það andlegt. Og svo verður þetta andlega að líkamlegu. Og þetta er svona sama myndin og við sjáum að Jóhannes og Guðspjalli talar í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði, orðið var Guð og síðan hann varð hold. Eða þetta orð varð hold. Það er líka afskaplega athyglisvert að Grikkir höfðu líka ákveðna hugmyndafræði þetta, en þá var það fyrst og fremst þeirra sýn var svo að það var fyrst til helgisögn og síðan
breyttist hún í Guði. En við erum þetta öfugt, eða kristnir og gyðingar. Við höfum fyrst Guð með orðið og hann birtist síðan í holdi og varð maður og gerðist maður okkar vegna. Hann mun koma, stíga fæti sinum á olíufjallið og honum mun fylgja líf og kraftur og þá munu grafir þessa fólks sem hvíla á olíufjallinu opnast. Þeir sem hafa dáið í trú munu upprísa, fyrstir upprísa. Ég trú á tvær upprísur. Svo fyrri að henni trúuðu sem dóu í trú á Krist munu upprísa, vegna þess að við þann atburð að Jesús kemur, þá mun hann stöðva vald dauðans, hann mun binda dauðan, hann mun stöðva vald og ríki djöfulsins, hann mun binda hann og fjötra hann í 1000 ár. Þá mun Kristur setjast við völd í Jerúsalem. Hann mun vera í hásæti sínu þar og við fáum að vera ráðherrar í hans ríkistjórn eða eitthvað svoleiðis. Ég að fara þangað, ég að undirbúa stað þar sem ég ætla að eiga heima. Já, en þú fær ekkert að eiga heima. Hann mun velja sér til liðs þá menn sem eru traustir og trúir, sem trúa orðinu. Að síðustu þetta, Óli, og þetta er mjög athyglisverður punktur. En þá bíða gyðingarnir, og þetta er borgin frábæra, þetta er gyðingahverfið. Þetta er snyrtilegasta hverfið í borginni. Afskaplega notalegt. Eru gyðingarnir meiri snirtimenni eða snirtipinnar heldur en aðrir? Já, það má segja það. Þeir hugsa mjög vel umhverfið sitt. Og ég heyri að það er svolítið svona sterkur þáttur hjá svona mörgum kristnum prestum í dag á Íslandi að boða umhverfisvænt fagnaðarerindi. Að fagnaðarerindið og trúin á Guð verði til þess að umhverfið og náttúran hún fá að njóta sín. Við arðaræðum hann ekki, við göngum ekki á stofn, fiskistofn eða hvalastofn eða neitt þess að þar. Við virkjum ekki allstar það sem hægt vegna að náttúran á að fá að njóta vafans eins og menn tala Merkilegt það að þetta mun líka gerast þegar Kristur kemur. Þá mun náttúran breytast úr því að verða hrörnandi í það að verða til blessunar. Þá mun meira að segja eðli mannana verða til friðar. Þá mun eðli dýrana breytast. Það er sagt að barnið muni geta leikið sér við holudýr höggormsins. Það talaði að björn og ljón munu býta gras eins og lömb. Þá mun greinilega eitthvað nýtt koma inn með komu Jesú Krists. Og hvað ég að segja? Ég bara að sjá að það sama mun gerast á okkar tíma við endurkomu Krists eins og gerðist þegar hann mætti í Galileu. Hann gekk kring, hann gjörði gott og græddi alla þá sem að djöflinu voru undirrokaðir. Ef hann mætti í útför, að þá eyðilaði hann útförina. Það var ekki lengur farið í kirkjugarðinn vegna þess að hann reisti viðkomandi frá dauðum. Það farið heim og í staðs að hafa erfidrykkju, þá var bara jarða fjör, eins og við talum. Þetta er eðli fagnaðarerindisins. Þetta er hlutild okkar. Þetta var postulega boða. Þetta var sín spámannana, Jesaja, og þeirra sem að voru á undan. Þetta er það sem að Guð er búin að lofa í gegnum gyðingana frá allar götur, hvað má ég segja, frá dögum Abrahams og með þess að lengra. Og ég trúi því þess vegna að gyðingarnir og við eigum þvílíkan arf, við eigum þvílíkan fjársjóð, að við eigum að blessa þá, sakir feðrana, við eigum að vera samerfingjar að þessum fyrirheitum vegna drottins og við eigum að viðurkenna að hann kemur frá Síón og þess vegna eigum við rétt á að fara þangað líka. Gyðingar, þeir halda Síón opinni. Og sko, þú varst að tala við mig áðan að Davíð konungur, hann hefði stofnað Jerúsalem sem höfuborg síns ríkis. Og Jerúsalem hafi ekki verið höfuborg neins ríkis hvorki fyrir en síðan. Alltaf bara gyðingana. En þegar Móse var í Egyptalandi, hann fer út úr Egyptalandi svona álitið svona 1450 til 1400 fyrir Krist, má vera 1350, einhver tíman á því tímabili. Við erum talað 100 ár. Þá var hann að fara úr Egyptalandi til lands fyrirheitana. Í dag
eru Egyptar að ranka við sér. Já, Þeir eru að segja, heyrðu, er ekki best að Jerúsalem verði líka okkar höfuðborg? Já, ég myndi að svona tala, það er nýjustu fréttir. Það eru yfir 3000 ár sem tók þá fyrir þá að uppgöta það að blessunin hvílir yfir Þetta er Jerúsalem svolítið merkilegt. en ekki við Ég Kaíró. sá þetta fréttum í morgun Já, og hérna frá The Brotherhood. Já, sko, þeir segja þetta. ég trúi því þarna að þetta sé ákveðið element sem Guð setur í mannin, að það er eins og hann skynji hvað að Guð er fætt. Og þó hann sé ekki alveg sammála, þá áttar hann sig á því, ég þarf að eignast þetta. Já, Múslimarnir, þeir geta líka eignast þetta. Þeir eru ekkert útilokaði frá þessu. En þeir þurfa að fara að lákana sömu leið og þú og ég já, í gegnum Krist. já, við vitum það. Gyðingarnir, þeir þurfa líka að eignast þetta. En við trúum því sko að eins og drottin hafi lokað augum fyrir fagnarindi hjá mörgum, meðal annars gyðingum, Já. þá hefur hann líka möguleika opnað þau aftur. Já. Og það mun að gera. Og það er svo athyglisvert líka, sko nú segja múslimar, það er stór þáttur í þeirra trú, meiri segja menntamálaráðuneytið, það gaf út myndband sem sýndir í skólum Íslam þegar verið að kenna Íslam. Og þá er einn fyrsta regla sem kemur fram í þessu myndbandi, hún er svo, Allah á engan son. Já, ég mynd. Já, það segir það. Fyrir bragðið, þá er Allah ekki sá Guð sem að við nálgunst eða getum komið til. En það er ekki hægt. Þess Það er vegna útilokað. segir Biblían við okkur Já. að Guð gaf okkur sinn eingetna son. Svo hvað eigum við að gera? Hvort Guð eigum við að hafa? Guðinn sem á engan son eða Guðinn sem á sonin sem opnaði dyrnar fyrir okkur, hann var fórnin sem var samþykkt, hann opnaði fyrir okkur leiðina inn í gegnum líkama sinn eða fortjaldið og við mögum ganga að Guði almáttugum skapara hímis og jarðar sem vinir, sem samerfingjar, sem meðbræður. Þetta er þvílík náðar Já, gjöf. þetta er stórkostlegt og hérna raunur það sem er þunga miðan á milli okkar og þeirra í sambandi við Kóran, þeir viðurkenna Jesú, þeir viðurkenna hans sem spámann og þeir viðurkenna að gera góð verk og lækna sjúka og svo framvegis, en þeir viðurkenna ekki sem skiptir öllu máli fyrir kristnamenn að hann hafi ekki gefið lífsitt á krossin. Rétt. Og það er það sem að það er miðpunkturinn í kristendómnum. Það er krossfestingin, að Jesús dó á krossinu, hann gaf sitt líf og verk hans var fullkomið þá á krossinu og svo staðfæst hann sigurinn yfir dauðanum með því að rísa upp á 3 degi. Þessu atriði neita þeir og þessu getum við ekki á samfélag við þá í sambandi við trúna. Þú veist, það er svo skýr boðskapur kristinna trúar, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og það er vandi gyðingana, það er vandi þeirra sem kalla sig kristna, það er vandi múslima, það er vandi hindúa, hvað maður að kalla það? Það er vandi mannkynsins, að það kemst enginn til föðurins nema fyrir Jesúm Krist. Þess vegna er þátturinn Ísrael í dag, og við Óli erum að tala þessi mál, til þess að þú og ég fáum öruglega að vera erfingjar þessara fyrirheita. Frá Síón mun frelsarinn koma, frá gyðingunum koman og til gyðingana mun hann aftur koma. Nú er þitt tækifæri, þegar gyðingarnir fá sitt stóra tækifæri að taka við Jesú Kristi, þá verður þínu tækifæri lokað. Þá mun heiðingarnir ekki lengur komast inn. Þá verður breyting á. Tala heiðingjana, hún er ákveðin og hún er að verða fullnuð. Sjáðu til þess, kæri vinur, að þú verðir ekki fyrir utan garð. Þú verðir innan garðs. Þú verðir inn í borginni, þú verður erfingi fyrirheitana, þú fáir að reyna drottin Jesúm Krist. Það er kjarnin í Ísrael í dag. Já, það er ekki sammála því? Það er bara kjarnin. Það er kjarnin í kristna boðskap raun og veru. Það er vegurinn, ekki vegur. Nei, bara vegurinn. Inn og sannleikur inn. Þetta er allt með grein. Og lífið. Þannig hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og mér finnst Óli skipta rosalega miklu máli að Íslendingar sem kalla sig kristna þjóð, þeir fara að átta sig á því. Þeir, þessi trú sem við erum að boða hér og þessi sýn á veruleikan, á framtíðina, hún er þeim ekki ljós. Nei,
Mörgum ekki. Vegna þess að það sem að ég vil benda líka á, og það eru ákveðin atriði sem að við erum að koma með. Ófriðurinn sem blasir við í Miðausturlöndum, hann mun ekki réna, hann mun vaksa, hann mun eflast. Og það eru 3 megin stoðir sem að núna eru að benda á, sem að eru í raun og veru opnun á spádóma, hættulega spádóma sem að rætast. Esekiel 38 og 39, í þeim köflum talað Harmagedon, stríðið mikla sem síðasta stríðið sem mun kosta fleiri tugi milljóna lífið. Og það stríð gæti þess vegna verið að hefjast vegna þess að Rússar og Kínverjar eru búin að taka sér stöðu með Sýrlendingum. Og það svo skelfilegt að Sýrlendingar skuli leyfa sér að vera með svona stríð til að varðveita sína eigin stöðu að þeir fórna æskunni. Vinir, það er búið að vera að krafa áratugum saman að Ísrael láti Gólanhæðir í hendur þessa fólks. Það er búið að vera að krafa að Ísrael semji frið við svona fólk. Finnst ykkur þetta réttlátt krafa og réttmætt í ljósi þess sem þeir eru að gera í dag? Þetta er bara vísbending á að orð Guðs, það fær sýnt og sannað hvað er í gangi og hvers vegna við eigum að taka eftir þessum atburðum. Núna er tækifæri fyrir þig að taka afstöðu með Guði, með ritningunni, biðja fyrirgýringunum, styðja Ísraels ríkið og leyfa Drottins vinna í þér. Við erum verkfæri Guðs hendi til þess að hann fái breytt okkur til sinna dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Já, kæru vinir, þetta er búið að vera mjög fræðandi þáttur, ekki minnst bara fyrir mig. Og ég vildi ekki að fá Snorra bara mjög oft hingað í þáttinu og tala. Þið heyrið það að hann er málefnalegur og hann er næstum því eins mælskur og ég og hann er þekktur fyrir að vera staðfastur í trúsinni og það er öllum sem líkar það, en okkur sem að trúum á ritningunni, okkur líkar það vel, hvað sem öðrum finnst. Nú vil ég bara enda þennan þátt og ég þakka þér Snorri fyrir að koma alla leið hingað og ég veit að ég vona þér aftur hingað. Ef ég þarf að fara út, þá leysir þú mig af. Ég segi við þig núna eins og ég hef oft sagt, ég mun gera eins og Jesús, ég kem aftur. Já, kemur aftur, já. Davíð konungur, hann gerði Jerúsalem í höfuborg og þess að ég elska að tala Jerúsalem og við erum búin að tala þetta, en stendur í Sakaríu 12. kafla, svolítið merkilegt. Sakaríu segir svona, eða Drottinn segir svona: sjá, ég gjöri Jerúsalem að vímuskál fyrir allar þjóðirnar sem umhverfis hannar eru. Allar þjóðirnar sem umhverfis hannar eru. Í dag eru þetta arabaþjóðirnar allar og þeir eiga allir í ófriði innbyrðis, þeir að drepa hvern annan innbyrðis. Það er eina landið í Miðausturlandi sem er friður, það er Ísrael. Þetta hljómar undir en þetta er satt. Og svo stendur, jafnvel Júda mun vera með í umsátinu Jerúsalem. Þetta er merkilegt líka. Á þeim degi mun ég gera Jerúsalem af aflraunarsteini fyrir allar þjóðir. Hver sá hefur hann upp steinina, svo mun hrufla sig til blóðs og allar þjóðir jarðarinnar munu safnast gegn henni. Þetta er akkur það sem Snorri var að koma inn í á. Og það er talað allar þjóðirnar munu snúast gegn Jerúsalem. En sigurinn, við veitum hvað sigurinn er. Það er sigurhöfðinginn. Hann mun koma og hann mun stofna sitt eigið fríðaríki hér á jörðinni. Ekki á himnum eins og sem við kenna, vegna sem við trúum ekki að þurfi fríðaríki þar. En spámaðurinn Esekiel, hann segir líka: svo segir Drottinn Guð, þetta er Jerúsalem sem ég hef sett mitt á meðal þjóðana. Með öðrum orðum, Jerúsalem er í ráðsályktun Guðs, bæði í fortíðinni og nútíðinni og í framtíðinni. Þannig að í Sálmi 122, vers 6 stendur: biðji Jerúsalem friðar. Og ég hveti ykkur sem kristnir eru, ef þeir eru leiðtogar eða leiðandi í einhverju samfélagi, hafið áhrif á samfélagi ykkar, biðja fyrir Jerúsalem, á bænastundum ykkar, ekki vera feimin, ekki hrædd, ekki bara segja við biðjum fyrir landinu helga, nefnið bara Ísrael, því reikningarnir er ekkert feimnir við að nefna Ísrael. Mér er þess að þegar María og Jósef fór til Egyptalands, þá komið tilbaka í byrjun Mattheusar Guðspjall, þá komið til Ísraels lands. Þannig að þetta er ekkert nýtt, verð ekki hræddur við nafni Ísrael, langt frá því. Og aftur þakka ykkur áhorfendur fyrir hana þátt
og ég segi aftur eins og ég hef oft sagt ég bæti þess aðeins við, þeir sem að hafa spurningar, við höfum ekki opnað dagskrá hérna með spurningar, en ég hef fengið spurningar á tölvupóst og þið getur séð vefsíðun okkar sem heitir sion.is með setu og séð nákvæmlega fyrir hverju við stöndum. Og svo að endingu, kæru vinir, shalom, sem þýðir friður á hebresku og shalom, sem þýðir líka friður á arabísku. Og við byggjum fyrir gyðingum og við byggjum fyrir arabum svo sannarlega að augu þeirra beggja með opnast fyrir sannleikanum í nafni Jesúa, HaMashiach. Amen. Amen. כל עוד בלבב בנימה נפש יהודי הומיה